Guðjón, leikur á mótum móti Egyptum, Aron Pálma ekki með þetta veiki lið að einhverjum hluta. Já, klárlega. Það segir sig sjálft. Hvernig setjið ykkur að stilla þennan leik upp fyrir þennan leiku? Þetta er bara úrslitaleikur. Við þurfum að vinna til að komast áfram. Og það er það sem við ætlum okkur og við klæðum þá menn í búning sem að geta og eru heilir já, verðum bara að undirbúa okkur hver fyrir sig eins vel og kostur er. Eru leikmenn eitthvað að fylgjast með fjölmiðlaumræðu eftir svona leiki? Ég get ekki svara fyrir hinna. En þú? Nei. En yfir höfuð svona á stórmótum, ertu eitthvað að fylgjast með? Mjög lítið. Það hjálpar lítið að skoða hvað fjölmiðlar hafa að segja yfir höfuð, en það segja leikmenn. Já, það er mjög sjaldan, maður kíkir á handboltaleikina og ef það er eitthvað viðtöl þar eða dett inn í þá sér maður það er mjög sjaldan sem maður dettur og horfir sérstaklega á eitthvað hver er að segja eða hvernig eða hver fjölmiðlinn skrifar. Það er einfaldlega oft persónuleg skoðun blaðamanna og leikmanna sem að koma það fram og ég fer í viðtöl við ykkur og segi það sem að mér finnst og þú segir mér það sem að þér finnst og það er nóg fyrir mig. Ég þarf ekki að lesa það allt líka eins og kannski eftir stórmót ef það er eitthvað sem maður vill fá að vita eða maður heyrir af einhverju sérstöku þá náttúrulega kíkir maður á það eða maður fær að heyra af því en eins og núna ég var ekki að fyrsta sem ég gerði í gær, það var að fara á netið og sjá hvað allir voru að skrifa og segja. Egyptarnir eru gríðarlega sterkir og á að spila vel en það er kannski íslenska liðið, við vitum alveg hvað þarf að laga þar af flest alltaf eftir síðasta leik en hvar liggja veikleikarnir hjá Egyptum? Maður þarf eiginlega að snúa þeirra styrkleika upp í veikleika. Þeir eru mjög bráðir, þeir eru mjög aggressífir og viltir og það er ofta að vinna með þeim. Eru mjög harðir og fastir fyrir náttúrulega en ef okkur tekst að halda yfirsýn og þolinmæði þá getum við snúið þeirra styrkleika eða helsta styrkleika og gert það þeirra veikleika. Það er í rauninni það sem við þurfum að gera. Takk fyrir.